Góðir gestir og fólk í streymi, ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin hingað á þessum fallega degi. Ástæðan fyrir því að við erum hér vegna þess að ég setti hóp af stað sem hafði það að markmiði að skoða sérstaklega, getum við sagt það sem svona minna í sniðum þegar kemur að þessu stóra verkefni okkar að taka út norsku olíuna og setja græna íslenska orku í staðinn. Þeir sem undan komu, þeir tóku út rússneska olíu og settu rafmagn og heitt vatn í staðinn. En nú það okkar að stíga næstu skref og ég fékk til verksins öflugan hóp undir forystu Ásmundar Friðrikssonar og í hópnum var Lilja Rafney Magnúsdóttir sem getur því miður ekki verið með okkur hér í dag en biður fyrir góða kveðju og Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir og með hópnum vann síðan sérfræðingur á vegum ráðuneytisins, hann Hreinn Hrafnkelsson og ég ætla ekki að segja mikið nákvæmlega núna en það að ég mjög ánægður með niðurstöðuna sem ég ætla ekki að fara að kynna hér vegna þess að hér Ásmundur og Gunnlaug Helga sem ætla að renna í gegnum það. Ég mun síðan segja nokkur orð hér í lokin og síðan opnum við bæði við samtal við ykkur sem hér eru og sömuleiðis viðtöl við fjölmiðla. En ég vil nú bara byrja á því að bjóða Ásmund Friðriksson velkomin hingað til þess að kynna þessa niðurstöður. Gjörðu svo vel, Ásmundur. Ráðherra og gestir komið í sæl. Takk fyrir að koma hingað og hitta okkur hérna í dag og við viljum byrja því að þakka ráðherranum fyrir það traust sem að sýnda okkur í þessum hóp, mér og Gunnlaugu Helgu og Lilju Rafneyju fyrir að takast á þetta verkefni sem bara ótrúlega skemmtilegt og auðvitað bara skóli að ganga í gegnum fyrir okkur sem að erum að sérstaklega þessu fyrir mig sem þingmann í stóri kjördæmi að þetta var afar áhugavert. Ég vil líka nota tækifæri til þess að þakka öllum þeim sem komu til nefndarinnar og hjálpa okkur og lögðu okkur lið, gaf okkur vit vegna þess að það auðvitað þannig að úti í samfélaginu ótrúlega reynsla og þekking á þessu verkefnum sem að við erum aðeins að glíma við og okkur að gefa mikið vit inn í þessa vinnu að þessu fólki öllu saman, einstaklingum sem komið til okkar og sögðu okkur í rauninni frá þeim tækifærum sem þarna úti sem að mörg af þeim hafði ég bara ekki heyrt minnst á áður og við Íslendingar eru að gera alveg ótrúlega magnaða hluti mjög víða í stórum og smáum stíl og við erum auðvitað fyrst og fremst kannski að tala þennan smáa stíl sem að við erum að tala og kom fram í máli ráðherrans og ég vil líka sérstaklega þakka Hreini Hrafnkelssyni fyrir samstarfið. Það var einstaklega ljúft og gott og afar hæfur maður sem að hjálpa okkur að búa til þessa skýrslu og vonandi komum við þessu sómasamlega frá okkur. Mér langar vegna þess að ég mun síðan fara aðeins yfir glæruna með okkur en svona bara frá eigin brjósti. Það auðvitað bara margt auðvitað gerast á sviði orkumála á Íslandi sem ég myndist lítillega á. Landsvirkjun að fara að bjóða út verkefni fyrir 100 milljarða og Landsnet fyrir 88 milljarða, Orkuveitan fyrir 235 milljarða og HS Orka í risaframkvæmdum að þeirra mælikvarða. Ég ekki með tölurnar nákvæmlega á því. Það verið að fara í Blönduóslínu 2, það Holtavörulína 1 og 3 og Suðurnesjalína 2 sem mörgum kærkomin. Þannig að það ekki bara mikilvægir innviðir heldur líka bara mikilvægir orkunýtingu landsins að koma þessum línum á legg og við erum búin að bíða eftir því mjög lengi. Það sem við erum kannski að tala að búa til orku með einföldum hætti og það eru svo margar leiðir til þess hér í þessu landi. Við erum kannski svolítið svona í öfum orkuskiptum eins og stendur en tækifærin liggja ótrúlega víða og á landsbyggðinni og eins og við ræddum við ráðherra núna bara rétt áður en við komum hingað inn að það í sjálfu sér eins og hann orðaði nú bara svo ágætlega ákveðið valdefling í því fyrir hvern og einn að fá að glíma við það að koma upp sinni eigin orku, verða virkur orkunótandi og geta selt frá sér orku eins og við fengum að kynnast hjá aðilum hér í bæ og svo mun koma fram í skýrslunni á eftir. Við erum
þrátt fyrir hérna mjög lágt orkuverð að fjölga orkukostum og nýsköpun í orkuframleiðslu sem á auðvitað þannig undir högg að sækja. Hérna er auðvitað mjög ódýr raforka á Íslandi miðað við það sem gerist og gengur í heiminum og ný orka og sólarorka og sjávarorka og þessi nýju tækifæri, þau eru auðvitað eiga erfitt uppdráttar hér vegna þess hve kostnaður við orkuna er ódýr. Þannig til dæmis hér í Reykjavík það byrja 16 krónur á kílóvattstund orkan en í sólarorku er það byrja 20 krónur á kílóvattstund, þannig að það er mikill munur ennþá, en á næstu 3-5 árum er mjög líklegt að þetta muni jafnast. Við viljum líka að dreifikostnaður er jafnaður og við sjáum bara tækifærin mjög víða. Við fórum að heimsóttum sveitabæi þar sem eru heimarafstöðvar. Árið 1950 voru 500 heimarafstöðvar á Íslandi. Það eru orðnar nokkrar í dag og við erum í þessari skýrslu að hvetja til þess að bændur auðvitað og bændasamfélagið nýti sér þau tækifæri sem eru í eigin orkuframleiðslu. Ríkið er með góða styrki og fyrir einstaklinga, lögbýli og slíka aðila, þannig að við köllum eftir því að einstaklingar og fyrirtæki noti sér það. Við sjáum mjög mikil tækifæri því, en ég ætla nú að fara yfir þessi skýrslu og síðan munum við, og Guðlaug Helga kemur svo hérna á eftir og fer yfir tillögurnar og síðan munum við í sameiningu svara þá með ráðherranum spurningum í lokin eins og fram með komið. Og hérna er verkefni starfshópsins, voru orkukostir til umfjöllunar, bætt orkunýtni og hérna síðan niðurstöður og tillögur. Og hérna bara svona skipunar upplýsingar, verkefnið orkuöflun, starfshópnum var sérstaklega fælið að skoða aðra orkukosti en þá sem félagst í vatnsafli yfir 10 megavöttum. Við höfum talað vind og jarðvarma og leggja áherslu á sólarorku sem að við viljum líka kalla birtuorku, sjávarorku, smávirkjanir fyrir vatnsafl og síðan allir þessi ótrúlegu kosti sem að sætvind og allt þetta sem við höfum séð. Mikið framleiðsla og annað slíkt. Og bætt orkunýtni og sveigjanlegri orkunotkun, það er eitt af því sem er gríðarlega mikilvægt í því að ná tökum á betri nýtingu á orkunni. Það er náttúrulega margt búið að koma fram hverjir eru í hópnum, hérna liggur það nú svo sem fyrir og búið að tíunda það. Hérna ætla ég þá að renna yfir helstu orkukostina. Það kemur hérna fram að það er gríðarlega aukning í aukinni nýtingu sólarorku og árið 2027 mun 22% af raforkuframleiðslu heimsins komur frá sólarorku. Í Hollandi í dag er þessi talað um 18% og 32% þaka í Hollandi eru með birtusellur eða sólarsellur og við sjáum þetta fyrir okkur hér að slíkt geti gerst að heilu iðnaðarhverfið væri með slíkri eins og gert hérna hjá Brimborg og við kynntum okkur það og IKEA er með þetta líka, þannig að það eru ótrúlega tækifæri í þessu öllu saman. Sólarorka verður svona lykillinn í orkuskiptum framtíðarinnar eins og staðan er í dag og bæði er það að hún er að verða ódýrari framleiðslu, miklu afkastameiri sellur. Og þetta eru svona sérskvörnin birtan geti gefið okkur orku í sólarsellum. Við búum auðvitað við það á Íslandi að það er mjög mikil birta yfir hásumarið og til dæmis fyrir bændur að vera með sólarorku, að þeir geta keyrt bú sín sem að núna eru orðin virkað að sólarhengin eins og mjaltaþjónar og slíkt sem er í gangi allan sólarhengin. Þannig að það eru gríðarleg tækifæri í þessu orku þó hún geti ekki ein og sér en orkukostirnir allir saman að samanlögðu geta að gefa okkur gríðarlega mikil tækifæri. Þetta er auðvitað orðin bara raunhæfur kostnaður, kostur fyrir almenning, bæði til að hita hús og vinnustæði
Og það nýjasta sem að gera í þessu að rafhlöður að koma til sögunar og þegar þeir sem væri með sólarorku heima hjá sér og eru allir í vinnu þá myndi sólarorkan geta hlaðið inn á batteri og við síðan geta nýtt það á kvöldin og nóttinni. Þannig að það er svo ótrúlega skemmtilegi hlutir að gerast einmitt í slíku samspilum á Íslandi og þetta í heiminum. Og við erum að sjá þetta gerast allt í kringum okkur. Og kemur fram hverjir það eru sem eru þó svona frumkvöðlarnir í þessu, Brimborg og IKEA og Fallorka í Grímsey. Og síðan Bjarg íbúðafélag og Veitur og HS Orka og Reykjavíkurborg að gera mjög skemmtilega og áhugaverða hluti einmitt þessa dagana. Við sem sagt teljum að innan 3-5 ára þá verði þetta orðin samkeppnisfært við vatnsorkuna sem við erum að nýta í dag vegna þess að þetta bara lækkar í verði á hverju ári í rauninni og afköstin er að aukast eins og ég kom inn á áðan. Sjávarorka, ég verð nú að segja bara eins og að þegar ég fór á stað í þetta verkefni þá var þetta svona það sem ég hafði mestan áhuga á. Hafði kynst þessu ágætlega hjá Valdimar Össunarsyni í Valorku og hann er að gera stórmerkilega hluti og mér finnst að þarna hljóta að liggja einhver mestu tækifæri sem eru í rauninni orkuöflun í þessu landi og reyndar víðar í heiminum en þann dag í dag er kostnaðurinn bara gríðarlega hár og þrátt fyrir mikinn áhuga þá ekki búið að virkja nema það byrja 550 megawatt í öllum heiminum sem minna en Kárahnjúkavirkjun. Þannig að þó að maður hafi mikinn áhuga þá hefur við ekki náð að yfirstíga þennan mikla kostnað og við þurfum auðvitað að aðstoða þá sem eru að vinna í þessu á Íslandi til þess að ná sér í samstarfsaðila til þess að halda áfram að þróa þessi verkefni vegna þess að þarna er alveg gríðarleg orka í kringum allt landið. Það er nú aðeins búið að kortleggja það meira að segja og við stefnum auðvitað að því að fyrir árið 2020 verði komið ykkur 200 gígastundir af þessari orku og ég held að stærstu tækifærin í orkuframleiðslu liggi við þarna en það er kannski lengri í en heldur maður hafði sjálfur vonað og hafði kannski svona dreymt í sjálfur sér. Nú það er auðvitað búið að taka út svona hverju væri svona mögulegir kosti fyrir smávirkjanir að okkur bara skoða það aðeins, virkjanir innan við 10 megavött og svo samkvæmt einhver úttekt náttúrulega og landfræðilega kosti smærri vatnsaflsvirkjana þá einhverju 2500 kostir til en ég held að sjá þannig allir í hendi sér að slíkt myndi nú aldrei svo sem ganga upp eðlilega. Þannig að við erum kannski að gera ráð fyrir því að næstu árum að þá verði svona 5% af þeim kostum mögulegir sem þá það byrj 200 megavött inn í framtíðina. Nú það eru fjölmargir aðrir orkukosti sem við fórum og fengum upplýsingar og fengum góða gesti til að segja okkur frá. Það eru þessir hátækni brennslustöð sem nú er verið að skoða og eins er verið að kynna hér á Íslandi smástöðvar sem myndu henta mjög vel fyrir minni sveitafélög og heimili og fór ég nú með slíkan kynningafund til Vestmannaeyja vegna þess að slík stöð myndi henta til íbúafjölda á stærð við Vestmannaeyjar ákaflega vel. Stöð sem er framleidd í Finnlandi og stenst alla umhverfisstaðla. Þannig að það er ótrúlega margir skemmtilegi góður hlutir í okkar umhverfi. Og svo fórum við líka og fengum kynningu á nýtingu lífræns úrgangs til að framleiða orku og áburð. Og þar er náttúrulega líka alveg kostulegi hlutir að gerast og innan bara stutts tíma þá getur rafmagn úr metanframleiðslu orðið veruleiki og nýtrít áburður sem myndi bara hafa veruleg jákvæð áhrif á afkomu bænda sem eru með kúabú svona og innan við 100 kýr sem en 75% búa í Evrópu og náttúrulega flest búa í Íslandi eru svona á því bilið þetta.
og svo er annað, það bætt orkunýtni. Þetta nú svona hlutir sem að kom svolítið svona einstaklega við mig og langar mér að deila bara örstuttur sögum með ykkur með það. Ég er Vestmannaeyingur og þegar ég var nú bara pegi fyrir 50 árum síðan í Vestmannaeyjum og reyndar 60 árum reyndar, að þá var ekkert vatn í Vestmannaeyjum, þá þurfti að safna vatni á þökunum og þá var kynnt með olíu og í Stakkholti þar sem ég bjó, þar var alltaf slökkt á minnstunni kl. 8 á kvöldin og kveikt kl. 10 á mótana, alveg saman hvernig við ræði. Og manni var kennt að fara vel með vatnið, af því það var ekki sjálfsagt að það væri til. Svo kom gosið, í mildtíðinni höfðu við fengið vatnsveitu, en með gosinu fengum við hraunveitu og með hraunveitinu kom heitt vatn úr iðrum jarðar gufunni í nýja hrauninu og þegar það kólnaði þá fengum við rafskautakettil til þess að heita upp húsin í bænum og menn voru löngu hættir að slökkva minnslunarkvöldin í Vestmannaeyjum, nutu þess að eiga þessa ótrúlegu náttúru. Svo kom varmaskiptastöð til Vestmannaeyja, svo önnur stærsta í veröldinni og breytti 8 gráða heitum sjó í 70 gráða heitt vatn og hélt húsunum okkar heitum og kostaði tiltölulega mikið. Núna er umframorkan búinn og nú er varmaskiptastöðin í Vestmannaeyjum keyrð með olíu og kostnaðurinn hækkaði frá því í október í fyrra þangað til í vor 67%. Þannig við erum komin aftur á þann stað sem að ég var þegar ég var 6 ára pegi í Vestmannaeyjum fyrir 60 árum síðan. Það er öfug orkuskipti, algjörlega, og við þurfum að komast þaðan. En við erum bara að leggja áherslu á þetta að í rauninni hver og einn, og ég einmitt fór að finna þetta á mínum svona eigin svona skinni, vegna þess að ég hef náttúrulega frá því að barn alltaf verið að skrúa fyrir allt vatn sem að lekur einhvers staðar. Það hefur alltaf verið sparað í minni æsku og börnin mín hafa nú aldrei skilið í þessu rugli pappanum og hvað þá barnabörnin að spara vatnið. En þegar ég fór að vinna í þessari nefnd og fór að veltaði fyrir mér að við opnum alltaf gluggana þegar of heitt inni. Það gerir nú ekki frændur mínir í Bandaríkjunum eða Svíþjóð. Þeir bara náttúrulega sláloka öllu. Þannig að við þurfum að finna það á eigin skinni hvernig við getum nýtt orkuna betur. Og þetta er svolítið í COVID-inu þegar við vorum alltaf að passa það að kurvan færi ekki upp og við þurfum svolítið að passa rafmagnskurvuna sem er að fara upp og niður á daginn Í hádeginu fer rafmagnskurvan hingað alveg upp og svo í kaffileitiðinu komið það niður og svo í kvöldmatnum þá var hann aftur komin upp og þarna minna 200 megavöttum. Það svona 4 virkjanir á Íslandi sem að fara í gang bara í hádeginu og kvöldmatnum. Þannig við þurfum að fletja þessa kurvu út og við þurfum að færa til þess og ég fann að vera svona óþolandi heima hjá mér þegar ég fann að stinga upp á því að hafa þvottalinn í gangi á nóttinni og erum nú bara 2 Þannig En þarna kom þessi gamla saga upp í huga mér vegna þess að mér finnst ég bara að vera svolítið komið þangað aftur. Að ég þurfi að fara að finna þá eigin skinni að passa upp á það að vera ekki að eyða dýru rafmagni. Og við þurfum að nota aðra orkukosti í að hita upp húsin heldur rafmagn. Ríkið er að eyða milljörðum í þegar niðurgreiða rafmagnskostnað á Íslandi. Og þannig það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fara út í það að minnka rafmagnsnotkun og niðurgreiðslur og nota varmadælur og nota alla þá kosti sem við erum bara að tala til þess að spara rafmagni sem orðið svo verðmætt fyrir okkur til allra nota og við þurfum að reyna að halda þeim kostnaði líka auðvitað mjög mikið niðri eða eins og einhvern svo hægtir. Og hér enn eitt verkefnið sem svo áhugavert. Glatvarmi. Við höfum verið að sturta niður í heilu fossónum heitu vatni frá stóru verksmiðjunum í landinu, frá gagnaverunum sem eru núna að spretta upp all land, sem eru gríðaleg tækifæri fyrir okkur Íslendinga, en það fylgja líka gríðaleg tækifæri að nýta þann varma sem að fer í vatninu sem að rennur frá þessum fyrirtækjum og það þarf einmitt að velta því fyrir sér. Þegar við erum að staðsetja þessi fyrirtæki að þá þurfa þau auðvitað að vera í nálægð við svona byggð sem þarf á því að halda að nýta þetta vatn. Köld svæði eru tilvalin í þetta
og svona varmaskipta hugmyndir svona stóra stöðvar eins og í Vestmannaeyjum og fyrirmyndin held ég í Stavanger í Noregi að við þurfum að nýta glatvarmann og það verið að gera hérna upp á Grundartanga með afar merkilegum verkefnum að nota þetta inn í hitaveituna eða keyra stóra katla. Fiskimjölsverksmiðjur víða um landið það fer gríðarlega mikið glatvarmi frá þeim og við kynntum okkur það sérstaklega út í Vestmannaeyjum þegar við fórum að skoða varmaskiptastöðina þar. Að þar fiskimjölsverksmiðjurnar að nýta glatvarma, önnur mest innan síns fyrirtækis til þess að keyra starfsemina áfram, en Ísvéla Vestmannaeyja hefur keyrt glatvarma inn á dreifikerfið í Vestmannaeyjum sem lokað kerfi og það þannig kerfi sem virkar fyrir glatvarmann, svona retur og túr sem koma tilbaka, fer út 70 gráður heitt og kemur tilbaka 30 gráður heitt eða 20 gráður eftir hvernig þetta er. Og þar sem sagt meðan fiskimjölsverksmiðja Ísvéla sem í gangi sem að framleiða 1000 tonn af afurðum á sólarhring, að hún getur haldið hita í 250 húsum á meðan hún í gangi. Og þetta eru mánuðir á ári og þó þetta sé svolítið bras fyrir þá og ekki einhverju stóri peningar í þessu, en þá það skylda okkar í þessu umhverfi sem við erum í núna að nýta alla þessa orku. Það er þetta bara, ég segi nú bara nánast glæpsamlegt að hendinni og láta hana renna í sjóinn. Þannig að þessi tækifæri eru þetta komin vegna ýmissa verkefna sem við erum að vinna í atvinnulífinu og við þurfum að grípa þau og við þurfum að hafa tækifæri til þess án þess að við séum alltaf að horfa í einhverja krónur og aura vegna þess að í framtíðinni að þá munu dýr og orkugjafir í dag verða miklu samkeppnisfærari heldur eru okkur núna í augnablikinu. Nú við erum líka að tala þessa sveigjanlegu orkunotkun, ég nú búin að vera kannski líka að tala um það bara í þeim orðum sem ég hef verið að segja og líka saman til orkugeymsluna sem ég var að segja við ykkur sem með rafhlöðurnar. Þetta eru svo ótrúlega hluti sem að gera á þeim vettvangi að mér fannst einhvern veginn að þegar vorum að klára þessa skýrslu að við bara yrðum einhvern tímann að segja, bara við getum ekki meira vegna þess að það kemur eitthvað nýtt á morgun. Það er bara eitthvað nýtt á morgun sko. Og við þurftum bara eiginlega að vera með bara eiginlega opið bókhald og þessa skýrslu bara opna til þess að vera alltaf fjölga blaðsíðunum í því hverju tækifærin eru. Og ég finnst alveg sérstaklega áhugavert að hvernig ráðuneytið og ráðherrann eru myndið að fylgja því bara eftir. Að þeir fylgja straumnum, ekki bara rafstraumnum, heldur straumnum í tækifærunum. Það er frábært, finnst mér. Já, ég vildi líka minnast á með rafbílana að það er sama með þá að núna eru þau tækifæri að við sem eigum rafbíla að við getum farið að hafa þá sem varaafl fyrir heimilin. Það græjur eru til og sjáum við nú bara fyrir ykkur þegar næsta hlaup gengur yfir Norðvesturlandið og allt snjóar á kaf og rafmagnslínurnar detta út og það allt í olli, að þá fara bara menn út og tengja bara bílinn við heimilið. Þetta er alveg ótrúleg staða að heimilisbílinn, að hann getur orðið bara rafstöðun okkar þegar í neyðina rekur. Þannig að tækifærin, þau eru svo skrítin einhvern veginn. Og þegar ég fór á stað með þessari skýrslu, þá hafði ég náttúrulega ekki hugmyndum að slíkir kostir væri bara komnir á borðið. Og þeir eru rúmlega það, þeir eru orðið raunverulegir. Þannig að hraðinn er svakalegur. Þannig að ég nú búin að fara yfir þetta með orkugeymslurnar og rafhlöðurnar. Í skýrslunni eru þetta farin svona aðeins nákvæmlega yfir þetta allt saman og ég bara hvet ykkur til að lesa skýrsluna og að því að ég nú bara helviti montinn af henni, ég bara viðurkenna það. Ráðherrann hefur farið fram með frumvörp til þess að auka afl í virkjunum og það skiptir þetta gríðarlega miklu máli að auka aflið þegar álagið er mikið og þá kemur það okkur til góða. Þó að við séum kannski ekki að framleiða rosalega mikið fleiri megavött en aflið skiptir gríðarlega miklu máli og það er mikil afþörf
í kerfinu. Þannig að þið sjáu þessar tölur, þetta er 300 megawatt aflstækkanir sem að skipta þetta bara gríðarlega miklu máli fyrir okkar samfélag leið og við þurfum að svona gefa í líka til þess að halda í við eftirspurnar eftir orkunni. Flutningskerfið leikur þetta lykilhlutverk í þessu og við höfum séð það með Kárahnjúkalínuna fyrir austan og það er gríðarlega mikilvægt að koma tengivirki inn á hana og við þurfum að geta nýtt orkuna alveg eins vel og hægt er í kerfinu og þess vegna skiptir líka máli eins og við höfum verið að tala um hérna áður að við dreifum úr orkun notkunni yfir alla sólarhringinn og maður fara að standa í þvotti á nóttinni og strauja og svona. Það kemur svo ágætlega fyrir þá sem vakna snemma á mótana sem ég, þannig að ég hef alltaf tími í það. Þannig að við erum á góðri leið. Við sjáum til lands í flestum málum vonandi, en það er mikið átak og kostar bæði þetta vinnu, tíma og peninga. Þannig að við teljum að fyrir árið 2040 megi útvega 2000 gígavattstundir viðbótar með markvissum aðgerðum og hvötum á þessu sviði og það er bara gríðarlega mikilvægt og göfugt markmið í sjálfum sér. Þannig ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri og nú átum Gunnlaug, hún er sérfræðingur í rafmagnsmálum að fara yfir niðurstöðurnar. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að fara yfir niðurstöður og tillögurnar, en þetta verður svolítil upptalning. En eins og framkom á fundum starfshópsins, þá er staðreynd að raforkuverð á Íslandi er lágt og það hefur áhrif á nýtingu nýrra tækifæra, eins og að nýta sólarorku og sjávarorku. En hins vegar má gera ráð fyrir að þetta muni breytast á næstu árum, þar sem samkeppnishæfni þessara valkosta muni aukast. En það er hagstæðast fyrir smærri aðila að nýta raforkuframleiðslu frá sólarcellum og smávirkjum fyrir vatnsafl til eigin nota, en áætla má að fyrir það fáist 2- til 3-falt meiri verðmæti en með sölu inn á kerfið. Og þá eru það helstu niðurstöður og þær eru dregnar saman í þessari töflu, en starfshópurinn gerir ráð fyrir því að fyrir árið 2040 ætti að vera hægt að útvega árlega að minnstakosti 3800 gígavattstundir að viðbótar orku með aðgerðum til að stuðla að bættri orkunýtni og nýtingu nýrra orkukosta. Þar af koma 400 gígavattstundir frá sólarorku eða birtuorku, 200 gígavattstundir frá sjávarorku, 1200 gígavattstundir frá smávirkjunum fyrir vatnsafl og 2000 gígavattstundir frá bættri orkunýtni og sveigjanlegri orkunotkun eins og Ási nefndi hérna rétt áðan. Til að setja þessar tölur í samhengi, þá samsvara 3800 gígavattstundir það bil 20% af orkunotkun Íslands árið 2022 og 32% af þeirri 12.000 gígavattsstunda viðbótarorku sem þarf til að uppfylla heildar orkuþörf Íslands árið 2040 samkvæmt raforkuspá Landsnets. Og vinnu starfshópsins, þar af tillögum og öðru slíku, má skipta í þessa 3 flokka. Í fyrsta lagi stefnu og umgjörð, í öðru lagi skilvirkni og hvata og í þriðja lagi bætta orkunýtni. Og ég ætla að fjalla hérna 8 undirkafla. Varðandi stefnu og umgjörð, þá þarf að móta stefnu og umgjörð nýtingu sólarorku og sjávarorku. Það þarf að endurskoða löggjöf til að tryggja og ná yfir nýja orkukosti og sérstöðu þeirra. Síðan þarf að stofna starfshóp til að endurskoða löggjöfin í heild sinni. Starfshópurinn fjallaði einnig virka notendur og orkusamfélög, en það þarf að tryggja að einstaklingar og heimili geti verið virkir notendur þannig að þeir hafi kost á því að framleiða og geyma orku til eigin nota og selja á dreifikerfi. Það þarf að heimila þessum virkum notendum að mynda sérstök orkusamfélög þannig að það verði hvati til þess að fara í átak, virka bæjarlækin og jafnvel koma upp sólarorkuveri og svo framvegis. En áður en það er gert þarf að setja ný lagaákvæði virka notendur og orkusamfélög til að meta hvaða áhrif það hefur á dreifikerfi raforku. Starfshópurinn fjallaði einnig leyfisveitingar
En vert að benda á að þessi vinna á sér þegar stað í ráðuneytinu til að mynda með því að sameina 10 stofnanir í 3 ár. Og við fylgjum bara vinnunni eftir og segjum að við leggjum til að það verði sett upp ein gátt one-stop shop fyrir umsóknir leyfi og leyfisveitingar. Og það þarf einnig að flýta fyrir, gera kerfið skilvirkara og það kemur að stærri framleiðendum þá þarf að tryggja það að þetta kerfi taki ekki lengri en 1 til 2 ár. Það að veita leyfi. Við fjöllum einnig sólarsellur á hústökum og leggjum til að frá árinu 2030 ætti að gera kröfu að nýjar byggingar séu tilbúnar fyrir sólarsellur þannig að þak þoli þær og hönnun taki mið af því að þær snúi yfir höfuð í rétt átt og hámarki þannig nýtingu sólarorkunnar. Við fjöllum opinbera byggingar og atvinnuhúsnæði og svo framvegis og veltum fyrir því hvort það ætti að gera kröfu að allar nýjar byggingar eigi innan ákveðins tíma að vera með sólarsellur til eigin orku framleiðslu. Já, og svo varðandi styrki og ívilnanir, það búið að móta stefnu umgjörð nýtingu sólarorku sem og endurskoða löggjöf og leyfisveitingaferli ættu stjórnvöld að huga að styrkjum, ívilnunum eða átaksverkefnum til að auka nýtingu sólarorku hérlendis. Þá komum við að sjávarorkunni. Og starfshópurinn leggur til að það þurfa að huga að reglum úthlutun og lengd leyfa, endurskoða löggjöf og einfalda leyfisveitingakerfi, samanber fyrir umfjöllun. Haldið verði áfram að styrka við nýsköpunarverkefni á sviði sjávarorku, að Orkustofnun verði falið að vinna greinagerð og fylgjast með þróun og stöðu á nýtingu sjávarorku í öðrum ríkjum. En mikilvægt að orkufyrirtæki fylgist áfram með þróuninni og taki þátt í verkefni sem þau telja að skili árangri varðandi rannsóknir og þróun á nýtingu sjávarorku hérlendis. Yfir í smávirkjanir fyrir vatnsafl. Þá þarf að liðka fyrir frekari nýtingu smávirkjana með lagabreytingum sem snúa einfaldari leyfisveitingum og tengingum við dreifiveitur, sem og lægri gjaldskrá fyrir tengingar við raforkukerfið. Það þarf að hækka undanþágu frá virkjanaleyfi í 4. grein raforkulaga úr 100 kW í 250 kW. Sérstakar örvirkjanir undir 100 kW verði skilgreindir í raforkulögum og kveðið á að þær greiði fyrir tengingu og dreifingu samkvæmt sérstakri og lægri gjaldskrá fyrir örvirkjanir. Hér sem sagt að jafna leikinn örlítið. Varðandi bætta orkunýtni almennt, þá þarf að setja markmið orkusparnað fyrir heimili, fyrirtæki og opinbera aðila. Setja upp kerfi orkueinkunn bygginga sem aðstoðar eða setur kröfu á stjórnvöld og eigendur atvinnuhúsnæðis að fara í orkusparandi aðgerðir fyrir opinbera byggingar og atvinnuhúsnæði. Jafnframt að efla upplýsingagjöf stjórnvalda, stjórnvöld þurfa að efla upplýsingagjöf orkunýtni og orkusparnað, bæði hvað varðar rafmagnsnotkun og notkun á heitu vatni. Við skiptum bættri orkunýtni í 2 kafla, annars vegar varmadælur og hins vegar í jarðhitaleit og nýtingu og glatvarma og við fjöllum aðeins varmadælurnar fyrst. Þá þarf að viðhalda sama kerfi og styrkja áfram kaup á varmadælum fyrir lögheimila og rafhituðum svæðum. Það þarf að auka upplýsingagjöf styrkina og kosti varmadæluna. Það þarf að gera kröfu orkusparandi búnað sem og betri einangrun og glugga í nýtt húsnæði sem byggt á rafhituðu svæði og veita styrki til þess. Síðan þarf að styrkja rafkyntar fjarvarmaveitur til fjárfestinga sem geta minnkað orkunotkun. Svo yfir í jarðhitaleit og nýtingu glatvarma. Þá þarf að styrkja jarðhitaleit á rafhituðum svæðum áfram, þar sem vísbendingar eru að jarðhita og möguleg nýting hans sé talin hagkvæm. Varðandi glatvarma, þá þarf að styrkja aðra lausnir til húshitunar og rafhituðum svæðum, þar sem jarðhita ekki að finna. Sérstaklega verkefni sem geta spara olíu eða nýst til upphitunar íbúðarhúsnæðis í stað raforku. Síðan þarf að skoða hvort beina ætti hluta af framtíðaruppbyggingu gagnavera inn á rafhituð þéttbýlisvæði með glatvarmanýtingu í huga.
Jafnframt setja þar reglugerð skilyrði til nýtingar glatvarma eins og gert ráð fyrir í raforkulögum til að skýra nánar hvað skilyrði eiga að gilda slíka nýtingu og auðvelda hana sömuleiðis. Nú þetta að nálgast lokin hjá okkur. Það felast miklir möguleikar í sveigjanlegri orkunotkun og orkugeymslum til að minnka afltoppa og dreifa aflþörf betur í samræmi við aflgetu hverju sinni. Það er mikilvægt að fara yfir raforkulöggjöfina til að tryggja að hún hindri ekki tækifæri til sveigjanlegrar orkunotkunar og síðan þarf að huga að því hvort takmarka ætti heimildir orkufyrirtækja til að banna endursölu á forgangsorku. Í lokin þá kom fram að fjárhagslega væri oft hagkvæmast að fara í aðgerðir á landsbyggðinni til að flýta fyrir nýtingu nýrra orkugjafa og bæta orkunýtni. Þar sem orkverð þar yfirleitt hærra en á höfuðborgarsvæðinu. En 5 milljarðar fara í jöfnun orkukostnaðar á fjárlögum árið 2024 og mun þá fjármagn ekki duga til að tryggja fulla jöfnun orkukostnaðar. Þá er þetta síðasta glæran, þið erum búin að standa ykkur mjög vel. Það þarf að tryggja auki fjármagn til jöfnunar orkukostnaðar til að standa við fyrirheit í stjórnarsáttmála og aðgerðaáætlun byggðaráætlunar 2022-2026 jöfnun orkukostnaðar á landsvísu. Stórnotendur raforku ættu að koma að fjármögnun jöfnunarkerfis og greiða jöfnunargjald eins og aðrir raforkunotendur en þeir eru undanteknir því í dag. Það þarf að endurskoða núverandi niðurgreiðslu og styrkjakerfi vegna húshitunar og raforkudreifingar í dreifbýli til að hægt sé að nýta það betur til að styrkja verkefni á sviði bættrar orkunýtni og nýtingu nýrra orkugjafa. En gæta þó að því að slíka breytingar hafa ekki í för með sér lægri niðurgreiðslur eða styrkja á viðkomandi svæðum. Takk kærlega fyrir. Já, ég vil þakka Gunnlaugu Helgu og Ásmundi fyrir afskaplega góða og skýra kynningu. Þetta skýrsla sem allir ætti að lesa og að því ég nú búin að lesa hann alveg ágætlega. Þetta tekið saman á mjög stuttum tíma, efni sem samt eðlimáls samkvæmt miklu svona víðáttu meira. En ég vildi bara svona aðeins í lokin segja, sko, við Íslendingar byggjum á alveg gríðarlega merkilegri sögu og við áttum okkur ekki alltaf á því. En það gerðist ekki að sjálfu sér. Ástæðan fyrir því að það engin reykur hérna og neinum strompi hérna, vegna þess að engin strompar, vegna þess að fólki sem var í forystu áður ákvað að gera hluti sem aldrei gerði áður. Og það var kosið það. Slagorðið var kjósum hitaveituna og hendum út kolinu og gasinu. Og það var engin katalógur. Það voru enga leiðbeiningar vegna þess að þetta hvergi verið gert annars staðar. Og við fórum sömuleiðis í rafvæðinguna sem stórmerkileg saga, en á henni einn dökkur blettur. Vegna þess að víða land, vegna einangrunar og vegna þess að menn höfðu ekki grænorku og höfðu bara gátu keypt jarðefnaeldsneyti fyrir mikla peninga, þá fór íslenska hugviti á stað og menn eins og Ásmundur nefndi hér á 1950 voru 530 vatnsaflsvirkjanir til. En þegar við rafvæddum að þá fengum menn línu gegn því að þeir myndu loka vatnsaflsvirkjanum. Og Halldór Laxness hélt í fram að rafmagn hefur verið fundið upp í Skaftárhreppi og það væntanlega tilkomið vegna þess að það var mjög einangrarsvæði og þar var til dæmis, það voru margir, en kannski frægastur sem kannski vel þekktur í dag, hét Bjarni í Hólmi. Það var alþýðumaður, ómenntaður, velgiftur og konan hans Valgerður, hún þýddi fyrir hann bók í dönsku hvernig þetta búið til virkjanir og hann fekk aðeins að koma því og sama tíma og við vorum að byggja ellegastöðuna hér að þá fór hann að byggja virkjanir og notaði það stál og efni sem hann fann úr skipum sem hefðu strandað á sandinu með ærnum tilkostnaði og hann byggði 100 en hann var ekki einn. Og ég skoðaði nú einmitt bæði Hólm helgina og sömuleiðis virkjun númer 2 sem hann gerði sem ennþá virk og þetta bara pínu lítil virkjun. Það ekki nokkuð leið og áttar ekki á því áttaði þarna séu virkjun að ræða.
En því miður að þá tókum við þetta út. En það sem við erum að gera núna, við erum að setja þetta aftur á stað. Snýr ekki bara vassafli, snýr að rafhlöðum, snýr að birtuorkunni og ýmsu öðru. Og þessi hópur unni alveg einstaklega gott starf og að reyna að meta það hvað framtíðin er í ljós fyrir okkur. En auðvitað vitum við það ekkert. Þetta snýstu það að við búum til umgjörðina á hvatana og síðan hleypum við hugvitin á stað og svo þarf frumkvæðið. Og það er auðvitað mikil áhersla lögð hérna á landsbyggðina, en hér erum við með frumkvöðla á höfuðborgarsvæðinu sem er á undan stjórnvöldum sem fara að setja bara birtuorkuver á sínu atvinnuhúsnæði. Og ef allir hefðu gert eins og Egill í Brimborg, þá værum við bara komin mun lengra. En nú er það verkefni okkar að stjórnvalda og allar það tillögur sem hér eru, ég bara fagna þeim, mikið af þessu er í gangi eða er á leiðin í gang, en við munum fara yfir þetta allt saman, vegna þess að við þurfum á öllu að halda og eitt útilokar ekki annað. Því að tækifærin sem við búum við bæði út af hvar við erum staðsett og hvernig aðstæðum við erum í, en líka fyrst og fremst vegna þess hvað þeir gerðu sem undan gengu, að tækifærin er alveg gríðarlega mikil og þannig eigum við að nálgast þetta. Og alveg eins og við getum verið afskaplega stolt af þeim sem að komu hér á undan okkur og byggðu upp þetta umhverfi sem er einstakt á heimsvísu og þá er ég að vísa í grænorkuna, að þá eigum við að geta gengið þannig fram að börnin okkar og komandi kynslóðir geta verið stolt af okkur. Þannig að bara hérna í blálokin þá vil ég aftur þakka hópnum fyrir einstaklega velunnin störf og þakka þeim sem að fylgdust með í streyminu og ég legg til, vegna þess að það er full ástæða til að við gefum þessum hópi í blálokin gott klapp.